Komið sæl. Í þessum þætti ætlum við að feta í fótspor lýðveldisbarnanna, í fótspor þeirra sem sóttu lýðveldishátíðina á Þingvöllum 17. júní 1944. Það var stór dagur í sögu lítillar þjóðar. Það geisaði heimsstyrjöld og enginn vissi fyrir fullt og fast hvað framtíðin bæri í skauti sér. En þrátt fyrir alla óvissuna var ákvörðunin tekin að láta slag standa og lýsa yfir sjálfstæði. Lýðveldisbörnin hafa lifað miklar breytingar á þeim 70 árum sem liðin eru frá því að hátíðin var haldin á Þingvöllum. 80 lýðveldisbörn hafa nú þegar ritað minningar sínar og í þessum þætti munu 18 þeirra segja frá þessum degi. Fyrir stuttu hittust þau sem áttu heimangengt á Þingvöllum. Það var blíðviðri og það hreyfðist varla hár á höfði þegar hópurinn lagði af stað niður í Almannagjá. Þór Jakobsson veðurfræðingur hefur haft veg og vanda að því að safna þessu efni saman til þess að gefa út á bók seinna meir. Þegar lýðveldishátíðin fór fram var ekið niður þessa fornfrægu gjá. Það leyfist ekki lengur. Aðeins eitt af örfáum dæmum þær breytingar sem þessi kynslóð hefur orðið vitni að og hugsanlega hvata menn að. Þingvelli man ég þennan dag. Grænt, vatn og svartir klettar. Rigningin mikla á Þingvöllum var til að þvo Þingvelli af ranglæti fortíðarinnar, af klöppum og klettum og steinum. Var þjóðin einhuga að lýsa yfir sjálfstæði þennan dag? En ég man eftir þessari miklu umræðu að Íslendingar gætu ekki brugðist önum á þann hátt að bíða ekki eftir því að stríðinu líki. Það var vorið 1944, þá var ég næstum því 14 ára og átti að fermast sumarið og það var dálítill undirbúningur af því. En það var þó annað sem var meira eiginlega svona rætt Ég býst við á flestum heimilum landsins og það var atkvæðagreiðslan lýðveldisstofnunina. Og ég man eftir því að það var mikil áhersla lögð á það sem allra flestir kæmu á kjörstað og greiddu atkvæði. Og ekki nóg með það. Heldur voru menn kjörnendur sem fóru á bæina. Og ég man eftir á mínu heimili var gamall maður. Hann hefur verið þá svona rúmlega nýræður. Og það kjörnefndin kom og lét hann greiða atkvæði þar sem hann lá blindur og svona hálfheyrnarlaus upp í rúmi. Kosningaþáttan var mjög góð og ég held í mínum hrauhreppnum hafi það verið 100%. Eftir að ákveðið var að fara í þjóðar atkvæðagreiðsluna, þá stóðu allir saman. Þetta voru liðin þessi 25 ár frá fullveldissamningnum 1918. Þannig að það var alveg samkvæmt þeim samningi sem mátti vera uppsegjanlegur einhliða. Mjög merkilegur samningur af því að það nægði að annar aðilinn segði honum upp. Og auðvitað vissu Íslendingar alltaf að þeir myndu segja upp þessum samningi. Og það átti að gerast þau 25 ár. Sá tíma var liðinn. En enga síður þar sem að Danmörk var í hershöndum, Danmörk var hersveitin af Þjóðverjum og mikið talað það heima hjá mér að því foreldrar mínir höfðu bæði verið í námi í Danmörku og áttu mikið af vinum og var afskaplega hlýtt til Danmerkur og tóku nærri sér þessa hersveitu. Að þá voru þau í þeim flokki manna sem vildu bíða og það var margir með mjög sterkar skoðanir að því leyti. Og lögskilnaðar mennirnir, þeir voru engir mótmælendur í því. Þeir studdu það heils hugar og þannig á það að vera. Ég man að bærinn var fánum skrýddur. Pabbi hann rak fyrirtæki sem hafði flutt inn flaggstangir fyrir þessa hátíð. 20.000 flaggstangir voru pantaðar frá Ameríku og Evrópa var lokuð vegna styrjaldar og það stóð glöggt að þetta kæmist því að einhver óhöpp vegna rigninga og skriðufalla urðu þess veldandi að
það tafði sending og þetta náði ekki til landsins fyrir nokkrum dögum fyrir hátíðina. Síðan var verið að man ég eftir stórum flaggstanga stöplum þar sem verið að vinna flaggstangir fyrir hátíðina. Þetta voru kallaði spírur, þetta var heflað og málað og þetta var ýmsum lengdum og stærðum. Og stærsta spíran, hún fór til Þingvalla, hún var 14 metra á lengd og var á þessari spíru var síðan lýðveldisfáninn dreginn að hún. Það alltaf eitthvað að vera á Þingvöllum og daginn sem lýðveldisbörnin skunduðu þangað var engin undantekning þar á. Og auðvitað var lagið Öxar við ána flutt. Þá man ég eftir okkur á leiðinni yfir Mosfellssveiðina, leiðin á Þingvöll. Það var ein forareðja, veginir. Bílarnir festust í þessu, það var verið að ýta og gekk hægt en samt örugglega. Þegar einu sinni þegar stopp var, þá gengur að bílnum afskaplega skröllegur maður. Hann var með giltaborð á hnappa og húfan og ekki síst. Og pabbi drónaði rúðuna og fer að spjalla við þennan mann. Og ég var náttúrulega ógurlega upp með mér af því að pabbi skildi þekkja svona skröllega mann. Við vorum svo heppin að eiga bíl, það voru nú ekki allir. Það voru almenningsfarartæki voru tekin leigunámi sem kallað var til þess að koma fólki til Þingvalla en við bjuggum svo vel að hafa bíl. Þetta var glæsilegur vagn, hann var með svona 2 varahjólum á örbrettunum og böglaberri að aftan og dreki framan á vatnskassahlífinni til skrauts. Og við vorum 5 í þessum bíl, einhver kunningi pappa, mamma var þarna og svo frændi minn einn sem hafði útbúið sér fána og sett á skrúbbuskaft og hann hafði hann út gluggann og meðan við ókum. Allir fóru til Þingvalla sem vettlingi gátu valdið. Og það var heilmikið að gerast daginn áður heldur lögðum á stað sem sagt á gömlum Ford vörubíl með boddi alla leið austur á Þingvöll, hossandi þar út á vegum eins og þeir voru á þeim tíma, þó nokkuð mikil umferð. En það ringdi nú ekki mikið þennan daginn sem við fórum af stað, en það var farið að rigna ansi þétt og mikið upp á Þingvallaheiði og þegar við komum að Almannagjá. Og svo heldur nú förin áfram og ég man eiginlega næst eftir bara með Almannagjár, þar sem okkur var litið yfir vellina og þar var þessi gífurlega tjaldborg. Það var tjald við tjald að drifhvítum tjöldum. Það áttu Íslendingar bara hvít tjöld. Ég man eftir að við gengum niður í Almannagjá. Þetta þóttu mér dálítið mikilfenglegt og þar man ég eftir miklu mannfjölda og ég man eftir Gjallarhornum og það voru kallar að tala í Gjallarhornin og ég man eftir söng og hljóðfæraslætti og ég man eftir að húrrahrópum. Þá hefur líklega verið hrópað húrra fyrir lýðveldinu. Svona leið út dagurinn. Ég var bara klæddur í regnkápu og gúmmístígvél og gekk þarna með foreldrum mínum og hafði sjálfsagt meiri áhuga á drullupollunum heldur en því sem framfór við setningu Alþingis og stofnun lýðveldisins þá, enda ekki nema 5 ára. En þarna upp á Adolfi Lögberg, þar ringdi meir og meir og það sem ég man best þá að þegar lýst var yfir að nú væri Ísland orðið lýðveldi og menn skildu hrópa húrra fyrir því, þá tóku allir kallarnir ofan, margir voru með rennuhatta og það stimptist niður regnið af rennuhöttunum og mér fannst þetta óla fyndið. Mér fannst þetta bara alveg óskaplega spaugilegt að sjá þetta ofan á alla þessar rigningu sem þarna var. Og þetta var afskaplega dapurleg sjón. Þeir
allir saman úr óskup niðurlútu og lag, ég man eftir að lag regni af hattbörðunum og eiginlega fannst mér líða óskup illa. Og þarna voru kannski einhverjir sem voru svolítið skröllið, það hafi verið svona sendimenn erlendra ríkja. Svo síðir kom skeyti frá konungi og menn glöddust yfir því að sjálfsögðu ég man alltaf eftir þegar Björn Þórðarson las það upp, ég man eftir röddinni. Ég var þá svona orðin leikhúslega og farin að skynja raddir. Afturvistar samkoma, ríkisstjórninni hefur borist á þessari stundu símskeyti frá hans hátign Kristjáni 10. Danakonungur. Og ég fann líka að hann létti. Það var svo mikið léttir í kringum hann þegar það gerist. En birtan á Þingvöllum þarna, það var sérkennilegt, mann eftir þessari stóru og miklu birtu í kringu lýðveldisstofnunina og svo vatninu. Og nú skulum við ekki gleyma því að vatnið er eitt af táknunum. Vatnið er eitt af guðfræðilegu táknunum. Svo ég vil bara halda það að það hafi verið Guði þóknanlegt að við skildum taka þetta skref þarna. Út allt land fylgdist fólk með hátíðarhöldunum með því að hlusta á útsendingar Ríkisútvarpsins. Ætlunin var að hringja öllum klukkum landsins samtímis. Og eitt aðal umræðuefni hjá okkur þar í hátíðismatnum var einmitt skyldi nú hringjarinn koma að hringja klukkunni í kirkjunni. En það hafi verið sagt að það ætti að hringja öllum kirkjuklukkum landsins klukkan 2, 17. júní og þá á því augnabliki sem að lýst væri yfir stofnun lýðveldis. Síðan svona kortér fyrir 2 þá sjáum við í þokunni kemur hávaxinn maður í svartri síðri regnkápu labbandi heim tröðina, var þá nágrann okkar og hringjari, Aðalsteinn hét hann, mikill sómadrengur. Hann heilsaði öllum, fór úr rakkanum, var nú snyrtilega búinn og hann fer upp í kirkju og síðan bíðum við að klukkan verði 2. 2 strákar sem voru þarna, þeir fóru með honum upp í turnin, stóðu dolfallnir og fylgdust með þegar hann hringdi voldugum klukkum sem að Jón Halldórsson frá Hítardal hefði gefið kirkjunni fyrir 200 árum. Síðan var eiginlega ekki annað en að setjast við útvarpið og þar var verið að lýsa stofnuninni og rigningunni og undirskriftinni og hvaða fyrirmenn þarna væru og síðan man ég nú ekki hvað var gert. Þetta getur ekki súkkulaði og pönnukökur, ég reikna með því. Þetta var algjör frídagur og einhvern veginn allt látið sitja á hakanum með þetta eina. Ég held að það hafi verið ákaflega stór hluti af þessu var útvarpið. Að það skyldi ná vestall landið eiginlega inn á öllu heimil sem höfðu útvarpsviðtæki. Að þar náðu menn þessar athöfn. Þeir gátu fylgst með þessu og fundu fyrir sér nú var akkúrat núna á stundin og ég held að það sé alveg staðreynd að það fór einhver svona, við getum kallað það svona í Ungmennafélagsandanum, þytur landið. Og svo þegar við förum labbandi niður Almannagjána með pappa í fararbroddi, þá er ákveðið hvar á að tjalda með okkur krakkanum, við vorum 3. Það var Marta María systir mín sem er 2 árum yngri en ég og síðan er bróðir minn 2 árum eldri sem Árni Reynir heitir. Nú, ég get sagt síðan að þegar var ákveðið hvar við ættum að tjalda, það er á bökkum Öxará, rétt fyrir neðan brúna. Við vorum eiginlega fremst við bakkan. Og þá segir pabbi við mömmu, nú geta börnin bara verið hér því að hann var ég er 10 ára, hann 13 ára líklega, hann Reynir. En mamma tók það ekki í mál að við væru þar 3 ein. Svo að pabbi fór bara einn niður í Þingvallabæinn þar sem hann gisti, en mamma var hjá okkur börnunum. Og síðan er það ekki að orðleggja bara það að nóttina bara fljótu við upp í vatnseðlið, elva, því að Öxará bara flýtur upp á bakkana og undir okkur öll og við erum þarna rennblöyt á svo mörgum gestum í öðrum tjöldum. Svo að það nú fer að tjasla þessu saman öllu rennblöytu og síðan fer mamma með okkur niður í Þingvallabæinn.
Gerðu lýðveldisbörnin sér grein fyrir því hversu merkur viðburður þetta var? Það held ég hafi varla verið. Það sem eiginlega breyttist við þetta í manns eigin lífi var sáralítið ef nokkuð. Það var helst að ríkisstjórnarbíllinn breyttist í forsetabílinn. Og þetta því að við tölum bílinn, ekki endilega ríkisstjórnar breytt í forseta. Því bíllinn var okkar náttúrulega barnanna. Við vorum miklu hrifnar af bílnum heldur en þeir sem sátu í honum. Ástin lét auðvitað á sér kræla líka. Já, það var nú þannig eins og flestir aðrir. Við keyrðum austur í bílnum hjá með stjúpa mínum, móður mín og systir. En hinar tvær systir mína fóru með öðrum. Og bílnum var náttúrulega hlaðinn alveg hreint af farangri og dóti. Og tjalda fyrir austan eins og allir gerðu. En ég man nú lítið finnst mér að því sem gerðist í kringum allt. Nema þetta var allt voðalega spennandi. Við hittum margt af fólki, skyldfólki í þetta landi. Bæði frá Akranesi og Grímsnesinu. Og svo náttúrulega var dansað kvöldið. Og þá sá ég, já, strákinn sem ég hafði nú verið svona að gefa auga frá áramótum því að hann hafði þá verið að hrekkja okkur síst vinkonu mína með Kínverjum á Laugaveginum og hann þarna rennandi blautur alveg hreint og kom og bauð mér upp í dans og það var ekki allt í snúið, það var dansað allt kvöldið og þegar það var búið þá sagði systir mín að við hefðum ábyggilega verið síðasta parið á danspallinum. Við hófum þar bara vinskap og 5 árum seinna þá fórum við til séra Jakobs og giftum okkur. Þá orðnir ungir foreldrar með dóttur okkar, 3 ára gamla. Mamma mín var kaupmaður og seldi mjólk og það voru til svona brúsar í öllum stærðum sem voru auðsuð upp úr og það var fyllt af kjötsúpu. Og en í kössunum var allt kökur og bakkelsi og brauð og allt sem svona nesti og mikill gestagangur. Því að mamma og pabbi voru, þú veist, þannig höfðingjar, það var alltaf gestagangur, bæði heima og hvað sem það voru. Guðlaug og vinkona hennar hittust á Þingvöllum. Og þau kom í heimsókn náttúrulega eins og aðrir og hún með foreldri sínum og við vorum náttúrulega bara strax farnar að æslast og leika okkur og svo var ákveðið það að ég færi heimsækjana og ég fekk leyfi frá mamma og pappa til að fara með vinkonu minni, hún var kölluð Gulli. Og við fórum á stað, en áður við fórum á stað þá var brýnt svo fyrir mér að muna það ef ég týndist, það var svo mikið mannfjöldi, þá ætti ég heim í D-götu sko. Og ég fór með þetta nesti í ferðalagið og og við gengum svona milli fólks og eftir stígum og svona og ég man eftir sem við fórum lengra frá tjaldinu þá var færra fólk. Nú þegar við komum loksins á tjaldinu henni þá vorum við farnar að rífast og balli búið sko og hún vildi ekki vera með mig meir. Hefur fundist ég svona eitthvað smá barn eða eitthvað en allavega annars sneri ég við til að fara heim og hef gengið algjörlega í vitlausa átt. Því að það hvarf allt tjald og hvarf allt fólk og ég tók ekkert eftir því fyrir en bara að ég festi fótinn í holu. Ég reyndi að losa mig en ég var í svona leður sandölu með þykkur rákum í sólum og þetta festist bara þarna niðri og ég fór náttúrulega að vola og gráta og þá kom þetta aðvíðandi fólk og það var hinum, eða þá var gjá á milli okkar meira að segja, hinum megin og hann þurfti að labba svolítið spöl til að krækja fyrir þann ungu maður sem kom og losaði mig og þau spurðu náttúrulega hvað ég ætti heima og ég segi D-götu og grét alveg hræðilegt og þau náttúrulega fóru með mig heim og svo vissi ég aldrei meira en ég hugsa pappa og mamma náttúrulega þakka fyrir og allt þetta en það mætti hann að segja ég sá náttúrulega alltaf því að bróðir minn elsti sem var svo stór hann var alltaf með mig á háhest. Pappi fór snemma með okkur til að fá góðan stað og sjá vel yfir og ég heyrði náttúrulega hljómsveitina, sá fimleika fólkið, ég heyrði náttúrulega söngin vel
Svoleiðis var að ég var einn af söngvarum Fóstbræðra og það voru æfingar í menntaskólanum daginn fyrir þjóðhátíðina og þar stjórnaði Jón Halldórsson, hinn mikli sendinn maður, 4 kórum og einsöngvari með þessum kórum átti að yfirgnæfa alla þessa kóra var Pétur Jónsson óperusöngvari, hinn frægi. Og þegar við vorum í einu góðu lagi sem lá svolítið hátt og Pétur var í hléi á milli laga, þá gekk hann fyrir aftan alla kórana og þegar hann kemur af öðrum tenor sem ég var í, þar vissi hann ég var og þá kallar hann: "Nú erum við í stuði, Matti, nú tökum við á því." Svo byrjar lagið og við syngjum á fullum krafti og ég, sem fannst mér ég vera hetjutónur líka og lét gamminn geysa upp úr og ég vissi ekkert fyrir að söngstjórinn, þessi setjamaður, rauk upp og hoppaði, sló saman höndunum og sagði: "Haltu kjafti!" Hann gaf mér illt auga svona eftir hæfingarnar, söngstjórinn. Þarna tókst Jóni Hallsson að ná kórunum í rétta tóna og allt tilbúið fyrir 17. júní á Þingvöllum. Og ég man eftir því að franski sendiherrann talaði, það var svo mikil músík í talinu hjá honum að ég hugsaði mér, ég yrði að læra fransku. Þetta er svo fallegt mál. Og ég var nú að reyna að tróða mig inn í hópinn þar sem að útlendingarnir voru, því að ég var svo hrifinn að sjá alla þessa axlapúða skraut og löngu báta þetta sem þau voru með. Þetta var svo mikil hátíðin, stemningin var svo sterk þarna að það var ekki nokkur leið fyrir venjulega mann að gleyma þessu. Og þetta var náttúrulega ævintýri, það var margt manna komið og síðan vorum við nú með nesti og það var nú líka hluta af þessu því að maður fór ekki oft í svona ferðir og almenningur, venjulegt fólk átti ekki bíla á þessum tíma. Ég man nú ekki alveg klukkan hvað hátíð maður sett, það var einhver tíma eftir hátíð. Móðir mín hún treysti ekki að ganga, hún fekk í bakið, ég fór með föður mínum og hann var ákveðlega duglegur maður, ítinn og kraftmikill. Ég tölti á eftir honum og hann fór eins langt og hægt var. Við höfðum bara pallin fyrir neðan okkur og þá sá ég alla þessa miklu framámenn og mér fannst þetta mjög gaman. Faðir minn var svo heillaður en síðan komum við upp í tjaldið og þá fórum við heim kvöldið því að móðir mín gat ekki verið þarna lengur og það var ekkert fyrir okkur að gera. Við gátum ekkert, það var svo mikið rigningin. Þegar minnst er á lýðveldishátíðina 17. júní 1944 á Þingvöllum ber veðrið gjarnan á góma. Með hjálp kollega minna, Haraldar Ólafssonar og Trausta Jónssonar, er hér brugðið upp korti frá hinum sögufræga degi. Svona leit veðrið út daginn sem við lýðveldisbörnin ásamt fullorðna fólkinu víðs vegar um land fögnuðum fengnu frelsi. Á Þingvöllum stóð yfir frægasta rigning Íslandssögunnar. Það var sunnan átt með súld og rigningu fyrir sunnan og þegar leið á daginn snerist í suðvestan með skúraveðri. En fyrir norðan, eins og sjáum á kortinu, var þurrt og bjart og 18 stiga hiti á Akureyri. Það hafði rignt undanfarna daga og spá áframhaldandi vætu rættist svo munaði. Það rigndi frá morgni til kvölds, frá kvöldinu 16. júní til morguns 18. júní, 1,5 sólarhring, rigndi á borð við 10 daga með meðal úrkomu. Nú annar staðar á landinu eins og ég gat áðan, þá var öllu skaplegra veðrið og svo brá við að daginn eftir 18. júní skein sól í heiði í höfuðborginni þar sem fögnuðu fyrsta degi lýðveldisins með skrúðgöngum og ræðuhöldum. Þannig tók íslenska veðráttan þátt í merkustu tímamótum í sögu þjóðarinnar. Verið sæl.
Ég man það að ég fór með foreldurum mínum og fleiri ættmennum. Ég átti þá 2 móðurbræður sem ráku búskap og annar var líka prestur, norðan heiða í Húnavatnssýslu og í Mývatnssveit, í Suður-Þingeyjarsýslu, og þeir og konur þeirra komu bara til að fara til Þingvalla og vera við athöfnina, sem annað dæmi það hversu glaðir menn voru yfir því að nú skyldi skrefið stigið. Ég man ekki einu sinni hvernig fjölskyldan komst austur. Það var ekki til bíll í þessari fjölskyldu þá, en það voru áætlunarferðir og það voru bílar á bílastöðum stöðvum. En austur komust það man ég vel, og einhvern veginn þá var það þannig að ég týndi foreldrum mínum og var staddur neðst í Almannagjá. Þegar ég var svona að hugsa það hvernig ég ætti að finna þau. Þá kemur skrúðganga mikil niður gjána. Og þar eru í fararbroddi Dr. Alexander Jóhannesson, háskólarektor, sem unnið hafði að öllum undirbúningi með stórum hópi manna. Og hann með regnhlíf, en rokið var það hart að hann gat ekki notað hennar. Svo hún var samanbrotin í höndum hans. Og við hlið hans gengur frú Georgia Björnsson, ríkisstjóra frú. Jæja, þegar þau koma neðst í það sem að vegurinn verður nokkuð sléttur, þá byrjar Alexander að gefa skrúðgöngunni merki hvernig hún skuli ganga fram. Og það gerði hann með því að benda ýmislega í allar áttir með regnhlífinni. Ég veit allir nema ég skildi hvað það var að segja. Enda fann þetta fólk sem þarna var örugglega sína leið í sæti sín. Næst man ég eftir mér ég stend með foreldrum mínum og sennilega fleira skyld fólki í brekkunni neðan við Lögberg. Þar voru ráðherrar, ríkisstjóri, þingmenn og einhverjir gestir í sætum sínum, og þar stóð þjóðkórinn, eins og var kallaður. Það var kór sem Páll Ísólfsson hafði stofnað og sem söng oft í útvarpið, og Páll sagði öllum sem sátu vera tækin sín að syngja með, og margir var vafalaust gert það. Þetta var mjög hátíðlegt. Gísli Sveinsson, forseti sameinaðs Alþingis, stýrði þessu. Hann hringdi bjöllu, eða bjöllu var hringt, og hann lýsti því yfir að stjórnarskrá lýðveldisins Íslands væri gengin í gildi. Síðan voru ræður fyrir manna. Og þegar þeim var lokið, þá man ég að það var gengið til kosningar fyrsta forseta Íslands. Það átti ekki að fara fram kosning þegar í stað, heldur átti þingið að kjósa en til skamms tíma. Ég hefði eyrun það vel opinn og ég heyrði á tal mér eldri og vituri manna, og þeir segja, það verður ekki eining. Og þá voru þeir að meina að það yrði ekki eining það hver skyldi verða forseti. Úrslitin urðu þau að Sveinn Björnsson fékk langflest atkvæði, þori ég að segja, og Jón Sigurðsson frá Kaldaðarnesi, sem þá var skrifstofustjóri Alþingis, fékk nokkur atkvæði, og eitthvað aðeins dreifðist þetta nú meira. Það voru forsetinn flutti þarna ræðu, og það getur vel verið að fleiri hefði enn átt eftir að gera það, en síðan lauk þessari athöfn á Lögbergi. Og fólki var sagt að fara á vellina norðar, þess að núna eru tjaldstæði,
og þar yrði samkoma í tilefni af þessum stóra atburði. Ég þangað að sjálfsögðu. Svo gerðist það sem ég má segja að gladdi alla, ég trúi hérna. Ég hefði vit á því að gleðjast yfir þessu. Því að það kom skeyti frá Kristjáni X. Og hann segir að þetta hefur nú, eða gaf í skinn með einhverjum viðeigandi orðum, þessi mál hefur nú þróast öðruvís en hann vildi. En eins og komið óska Íslendingum alls góðs. Þetta var meginefnið hjá honum. Það nú sáralítið sem ég man því miður eftir þessum degi. En móðir mín kom til mín og tilkynnti mér að þau ætluðu að taka mig með til Þingvalla á hátíðina til þess að ég myndi muna eftir þessum atburði. Og ég var mjög stoltur af því. Þorleifur bróðir var á 3. ári og hann fór í fóstur í næsta hús. Pabbi átti engan bíl frekar en flestir á þessum tíma og hann hafði pantað bíl sem við ættum að fara með og það var svona bodybíl eins og kallað var. Það var vörubíl með bekkjum, trébekkjum á pallinum og svo var segl yfir. Við biðum lengi eftir bílnum og mamma var farin að setja ketil á eldavélina til þess að útbúa kaffi meðan við værum að bíða. Svo kemur bíllinn og við prílum þarna upp á pallinn og setjumst og í minningunni þá finnst mér að þetta fólk hafi ekkert sérstaklega þekkst sem var, ég hugsa að þetta hafi bara verið selt í sæti á þessum bíl því að mér fannst ekki fólk svona tala kunnuglega saman. Og við setjumst þarna og svo keyrt af stað og bara við keyrum þarna eitthvað áleiðis. Ég held að það hefur nú verið lítið útsýni. Ég man ekki eftir að sjá út en sennilega hefur nú bara seglið verið tjaldað yfir bekkina og maður geta séð út til hliðana. En þegar við erum komin eitthvað, þá hrópar mamma allt í henn upp yfir sig. Og allir líta á hana, hún segir, ég gleymdi katlinum á eldavélinni. Og hún var bara alveg hreint í öngum sínum og það var nú ekki auðvelt að bregðast við því að það var bílalestin endalaus og ekki hægt að snúa við. Engir voru farsímarnir og þó að hefði við nú verið hægt að komast í síma, þá voru Grímur og Jóna í Laugaholti, þau voru ekki með síma. En það var nú það sem að bjargaði nú málunum eftir allt saman því að Þórey, dóttir þeirra, hún fór yfir í Urðartún til okkar til þess að nota síman hjá okkur og þá sá hún ketilinn á eldavélinni. En það vissu þau foreldrar mínir ekki þegar við vorum þarna í miðri kösinni og mamma var alveg í öngum sínum og fólk var að svona hughreysta hana. Ég man að eitthvað sagði að það nú öryggi, ég held að sé nú öryggi á þessum eldavélum þannig að ef það er ofhittna þá fer öryggið. En allavega það var ekkert við þess að gera og við héldum áfram austur. Og það sem ég man frá Þingvöllum, ég man þegar við keyrðum niður í Almannagjá. Og þá sáum við greinilega út því að ég man alveg eftir því þegar bergið birtist á báðar hendur. Svo keyrðum við þarna niður og síðan man ég eftir grjóti og fólki og rigningu. Það er eiginlega það sem ég man best. Svo
man ég það að það var verið að draga upp fána þarna á pallinum og það voru ábyggilega fulltrúar hinna ýmsu ríkja sem voru að halda ræður og þá var dreginn upp fáni þeirrar þjóðar sem að ræðumaðurinn tilheyrði. Og svo eiginlega man ég eftir því að þegar menn sögðu húrra, þá tóku þeir ofan hattana. Húrra, 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 húrra. Svona, þetta nú það sem ég man svona eftir. Og það eiginlega lítið annað sem ég man. Síðan bara keyrðum við í bæinn og þegar við komum heim þá sagði mamma við mig, jæja Gunnar minn, hvað þið nú minnisverðast úr þessari ferð? Og ég sagði, þegar verið var að draga upp fánana. Af því að pabbi var að vinna í Borgarnesi þá hafði hann keypt farseðil. Það voru það seldir. Reykjavík, Þingvelli Reykjavík. Og gaf mér þennan farseðil. Og það þýddi það að ég varð að koma mér hingað. Og nú heppin að systir mín bjó hérna. Og bróðir minn var hér líka námi. Og við fórum sama systkinin. Þar sem við lögðum á stað sama. Þangað sem að rúturnar fóru, ég held að vera niður í miðbænum einhvers þar. Komumst ekki sömu rútu sem okkur skipti engu máli. En af einhverjum ástæðum þá gátum við ómúlega að fundi hvort annað á eftir. Og ég þarna 17 ára unglingur var að ráfa alein allan daginn svæðið. Og fann enga sem ég þekkti. En systir minn hafði búið okkur út vel með nesti og það hafði ég. Það hafði ég fram yfir Björn bróður minn. Þú fórst á undan okkur austur, Doddi? Já, ég fór á föstudeginum, seinni-part föstudags, með félaga mínu sem hét Ingimar Sigurðsson. Já. Við vorum starfsbræður unnum saman og vorum með 2 manna tjöld og tjöld. Þannig að ég kann nú ekki nefna staðinn nákvæmlega. Við tjölduðum skammt frá íþróttasvæðinu eða þar sem íþróttasýningin fór fram. Mér minnisstætt þegar Ísland var lýst sjálfstætt fullvalda ríki. Þá var maður þarna við Almannagjá upp að barminum og þingpallurinn og þingmennirnir rétt fyrir neðan. Já, einmitt. Og mér minnisstætt að Gísli Sveinsson var skörulegur í málflutningi þegar hann lýsti Íslandi sem fullvalda frjálsu ríki. Og svo mér minnisstætt líka kosningarnar þegar var kosinn forseti Íslands og þegar var verið að telja atkvæðin þá brá manni þegar maður heyrði nafnið Jón Sigurðsson, hann fékk atkvæði. En ég sjálfur persónulega þá var ég nú mjög ánægður með að Sveinn Björnsson var kjörinn forseti. Þetta fór alveg fram hjá mér. Ég var ekkert að hugsa þetta. Ég var bara að hugsa það að fara í ferðalag. Og þá helst þess að horfa á þig þarna sem varst í fimleikaflokkinu. Fimleikaflokki Ármanns. En ómeð vita þá, og þegar ég lít tilbaka, þá gerði mér grein fyrir því að þetta var mjög stór dagur. Ég gerði mér alveg grein fyrir því. Og dagurinn var tekinn snemma heima og það stóð mikið til. Við vorum af Pál Frendi, hann móðurbróðir minn, Páll Þorgilsson, hann
keyrði okkur og ég man ekki betur en hann væri í sínu bílstjórafötum með kasketti og svona, hálfgerðum einkennisbúningi. En svo komum við þarna til Þingvalla og mér það mjög minnisstætt þegar við ókum þarna niður í jörðina, niður í Almannagjána. Og síðan var bílinn lagt þarna á bílastæði. En ég var nú ekkert mikið að hugsa það, en það var hugsun foreldra minna var að hitta þig Dotti. Já. Og það var þá eiginlega sem ég skynjaði rigninguna, því að það var svo blautt grasið og sennilega hef ég verið á stigvélum og ég fann að það var bæði hátt og blautt og mér fannst aldrei kaldsalegt. Í mínum huga var þetta nú stórglæsileg stund, tilkomumikil. Hugsa sér alla þennan mannfjölda í þessu veðri. Já. Eins og það rigndi nú mikið á tímabili. Sumir mættu á hátíðina en mistu af henni samt. Ég hafði nú verið skáti þá einhvern tíma. Ég var nú 12 ára þegar þetta var. Og skátar voru beðnir að hjálpa til við að stjórna umferð. Því að lögreglan hafði nóg að snúast. Og því það var mikill fjöldi af fólki og bílum sem kom þarna og bílarnir, það var að leggja þeim á völlan þarna fyrir innanlega þarna frá Lögbergi og ég var settur í það að hjálpa til við það og hafði svona viss svæði sem að ég kom bílunum á og mér minnst að þetta var hálfgert sval allt saman. Já. Og svo hátíðahöldin sjálf fór nú eiginlega fram hjá mér að mestu þannig að ég bara heyrði lúðrahljóm og söng og einhverja tónlist af svæðinu og eins það heyrist í hátölur eitthvað. Þá vann ég í Múlakoti Fljótshlíð hjá Skógrækt ríkisins sem þá var að flytja út á Tumastöðum. Og ég hafði verið fermt árið áður og var sem sagt 15 ára haustið, þetta haust. Og svo kom nú stemmingin að það ætti að fara á Þingvöll. Við skildum taka okkur saman í skógræktinni, við yrðum búin með okkar vinnu þarna fyrir 17. og leigja okkur út og fara á Þingvöll. Og þetta var stórmál. Og þetta var náttúrulega ekki full rúta, við vorum þarna eitthvað 10 mann sem vorum að fara. Og rútunum voru reyndar ekkert stórar þá, en það var haft samband í sveitasímanum og það barst undrafljótt og þurfti ekki að hringja á 2 staði, þá vissu þetta allir. Og það fylgdist rútan eins og skott. Og svo var nú málið að hafa með sér nesti og við vorum þarna í mötuneyti, svoleiðis að við gátum nú ekkert stóla á pappa og mömmu eða neitt í því sambandi og blessuð ráðskonan sem lífandi enn þann dag í dag, sennilega 101 árs, Fanne heitir hún, býr á Selfossi. Hún tók sér til og bakaði og steikti og gerði allt klárt og það var þarna hveitukökur man ég sérstaklega, þetta er mjög góðar og náttúrulega kleinir og þessi hefðbundni svona nestisbúnaður og á flöskum náttúrulega kaffisokk. Og svo komu náttúrulega þínir með frá sér sínum heimilum og allir voru með nestisboks og svo var haldið á Þingvöll. Og þetta var svona undarleg tilfinning. Hún var ekki svo að fara í kirkju, hún var heldur ekki svo að fara á ball, því að ég var svona rétt byrjuð að fara á ball og fannst það mjög gaman, en þetta var eitthvað allt annað, þetta var stórkostlegt. Þetta var svona eitthvað, já það eitthvað, maður hefur aldrei upplifað svona laga fyrr. Þetta var svo mikil tillökun og spenna. Mér fannst að við Íslendingar værum að gera eitthvað sem að aldrei bara gæti gerst aftur, svo dásamlegt verið þetta. Þó ég kannski innst inni gerði mig ekki grein fyrir hvað þetta var. Og svo var farið og sungið náttúrulega meiri partin af leiðinni ættjarðarsöngvar. Og við komum svo þarna á Þingvöll og við rútunum lagti þar til gert stæði og
og við förum svo þarna og sammælist það að vera mætt. Akkurat þegar dansi náttúrulega byrjum kvöldið áttum við að fara heim. Og svo kom þessi dásamlega stund, það voru haldnar ræður og haldnar satt fullt af fólki og maður sá nú ekkert óskaplega mikið í þessum mannfjölda. Og það var bara bullandi rigning, bara ausandi rigning og það voru þannig regnhlífar á lofti og slæður og allt mögulegt hjá konum til að halda hárin á sér í lagi. Og þetta var bara ein skemmtun, þetta var svona hvað öðru skemmtilega, ræðuhöldin meira að segja náðu til manns og þegar var lýst yfir að vera sjálfstætt ríki, þetta var svona, fór svona ykkur svona gæðarhrollur mann, það er ekki hægt að lýsa þessu. Ég hef aldrei upplifað þessa ánægju og þetta man ég eftir að mér fannst alveg yndislegt. Og svo kom þarna smá sólarglæta akkurat eða mest á reið og ég var ekki náttúrulega vafum það væri almennt í þessi með því séðum þetta. Og svona leið dagurum bara í ljúflingslabbið þarna Þingfoss sem ég hafði aldrei komið á fyrr. Við vorum tvær, Guðrún Jakobsdóttir og ég sem ákváðum að fara deginum áður með lítið tjald sem ég átti. Við fórum með rútu austur og ég man að það var fólk úr rútuspákinu og meðal annars ein vinkona mín sem var með í rútunni og þau ætlaði að tjalda líka á Þingvöllum á laugardeginu. Við fórum austur og rúturnar keyrðu okkur austur af völlunum og þar tjölduðum við Guðrún upp við veginn upp á Skógakoti. Þar voru komin nokkur tjöld. En útvarpsbókastúlkurnar fóru hinum megin við veginn og tjölduðu þar. Nú, það var indælisveður og við gengum út á kvöldið og heimsóttum þau í tjaldinu útvarpsbóka vinkonu mína og gengum upp á Fossi og eitthvað að vera indælisveður. Svo fórum við í tjald og fórum að sofa bara. Nóttina gerði þessa úrhellisrigningu. Allt var á floti og gróður var svo sem orðið lítill, þetta var nú 17. júní. En svo næsta morgun þá fórum við af stað og okkur hafi verið falið að setja frímerki á umslug sem við vorum með og áttum að senda þau tilbaka frímerkt og stimpluð. En þá var ógurleg biðru við þetta pósthúsat og við stóðum þarna og hýndum í rigningunum og frímerktum og umslugin og settu í póst. En við fórum sjálfsagt upp á Laugaberg og þar var sett þing. Mér finnir að vera Gísli Sveinsson sem gerði það. Og þá flutti þar Brynjólfur Jóhannesson leikari, hann flutti ljóðin sem hefði verið valin í samkeppni sem hefði verið háð áður bestu alþingishátíðarljóðin. Og það voru mikla deilur ljóð Jóhannes frá Kötlum og svo Huldu. En gárungarnir sögðu nú að ljóð Huldu hafi verið valið að því dómnefndin hafði haldið að vera eftir Davíð Stefánsson, en ég veit ekkert hvað satt í því. Og þarna átti fjallkona að koma fram, það var Milla Þorsteinsson og hún kom þarna í bíl í skautbúning og ógurlega fín, en hún komst bara aldrei út úr bílnum, það rigndi svo mikið. Mér minni bara að verið hrópað húrra fyrir kónginu. Eins og maður gerir í gamla dag, maður var alltaf, það eru nú fættur í danst, konungsríki. En það sem að ég hlakkaði mest til á þessari Þingvall að verða vitni að á þessari lýðveldishátíð var það að ég hafði heyrt það að menn ættu að þegja í heila mínútu. Og ég hlakkaði ósköp til að verða vitni að því að fólkið, að heyra fólkið þegja eða orða það svo. Og beið þessa í ofvæni. Og pabbi náttúrulega hann beið sjálfsagt eftir því, já hann hlustaði ræður sjálfsagt og beið eftir því að sem hann hlakkaði mest til að heyra yfirlýsinguna að lýðveldi væri stofnað. Og þá verður nú koma nú aðal vandræði því allt í einu verður mér svo mikið mál
og ég er náttúrulega bara 6 ára og ég segist þurfa að pissa. Og ég man eftir að pabbi var mjög óþolinmóður á svipinn og líka þetta auðsjálega ill, hann myndi missa kannski af yfirlýsingunni og ég var ekkert síður óhress vegna þess að ég var svo hræddur að missa þögninni. En þá voru nú engir kamrar þarna eins og Indriði Þorsteinsson fann upp á sinni alþingishátíð sem frægir urðu. En pabbi skoðist með mig niður í gjótu sem var þarna á barminum. Og það sem svona minna sást til maður sem var bara 6 ára og slúðis. Ég vona ég hef ekki neyslað neitt. Svo ég lauk mér nú af og við komumst aftur á sama stað, sigurhrósandi, vegna þess að hvort hafði nú gerst. Nema sennilega hefur þetta gerst undir ávarpi eða undir helgistund Sigurgeirs, biskups, vinur okkar sem hann var biskup þá. Sigurgeir og mikill vinur fjölskyldunar. Hvað maður heldur sig muna því aðrir hafa sagt frá því? Það jafnvel að maður hafi nýtt sitt ímyndunarafl út frá viðkomandi atburðum og svið sett á eftir á eða ég veit það ekki. Og þetta náttúrulega alltaf spennandi að veltaði fyrir sér hvað var það sem að settist í mig. Og ég veit til dæmis ekki hvort ég gerði mér fyllilega grein fyrir hvernig stór viðburður þetta var. Það augljóst að lýðveldishátíðin 1944 hefur haft mikil áhrif á þau sem þangað fóru og tóku þátt. Það samhljómur í frásögnum þeirra og augljóst að rigningin og rokið hefur sett strik í reikningin hjá flestum. Og þó að langur tími sé liðinn hafa minningarnar greifst í hug þeirra allra. Ég bara vona að við verum lán til þess að halda sem best utanum þetta lýðveldi sem við stofnuðum þarna. Vegna þess að frelsið svo dýrmætt. Ekkert í veröldinni dýrmættari en frelsið og að auðvitað hafa til hnífs og skeiðar. Það eru til 60 viðlíka frásagnir sem bíða þess eins að fá að koma út á bók í fyllingu tímans. Það blíðviðri í dag á Þingvöllum á 70. afmælisdegi hins íslenska lýðveldis. Þingvellir geyma margar sögur sem næstum má heyra í bergmáli klettana. Sögur af huguðu fólki og huglausum. Það eru skín og skúrir í sögu allra þjóða og vonin sú að skúrirnir verði færri en sólskinsdagarnir. Það komin 17. júní. Hæ hó jippi og jippi ég. Það komin 17. júní. Jóni heitum Sigurðssyni bærir forsetinn. Birna mikinn árvissan og stóran blómsveginn. Fjallkonan í múnderingu prílar upp á pall. Prent hún les upp ljóð.